Smáratorgi. Tag Heuer. What are you made of? Formúla 1 í boði eftirtalna fyrirtækja. Framtíðin kallar á hreina orku. Vetni, unnið úr vatni. Shell, með þér alla leið. Þeir sem nýta sér ráðgjöf sérfræðinga eiga meiri möguleika á að ná árangri. Landsbankinn. Sæl, Birgir Þór heiti ég, fyrir að horfa á þáttinn Lýsing Motorsport og efni þáttarins í kvöld er þriðja umferð Íslandsmótsins í torfæruakstri sem framfór á Hellu á laugardaginn var. Staðan í mótinu fyrir þessa þriðju umferð. Haraldur Pétursson leiddi með 15 stig, Sigurður Þór Jónsson var í öðru sæti með 13, þá Kristján Jóhannesson með 12 og Björn Ingi Jóhannsson með 10 stig. Haraldur, þetta er þriðja keppni, þú sagðir eftir þá fyrstu að það gæti eitthvað gerst hjá þér, það gerist í síðustu keppni, hvað gerist í dag? Ég veit ekki, maður er nú svona pínu á nálum. Af hverju? Maður bjóst ekki við þessu síðast, þetta var allt komið á beinubrautina og þá hrundi allt saman. Það getur alltaf gerst sko, það getur gerst í dag. Að hafa komið fyrir atvik hér sem hafa ekki sýnst neitt eins og þegar þú settist á kviðinn í 4.-5. braut í fyrra og síðan kom bilun í ljós eftir 2 brautir. Þetta er svolítið svona tricky svæði. Já, það er það sko. Ég held ég hafi nú ekki nema einu sinni unnið hérna á síðastliðnum 10 árum sem ég hef verið að keppa sko. Þannig að en maður á að geta, svæðið ræður stoldið af rásuðun en það er ómögulegt að vita sko hvort það sé betra að vera fyrstur eða seinastur, þetta getur farið á alla kanta sko. Það er reynt að mýkja það með því að færa menn aftur fyrir? Já, svo deilist það jafnt upp á aðra sko, þannig að maður þarf að vera einstaklega óheppinn og það geta allir lent í því fyrir að koma illa út úr því sko. Fríða Greis fór mjög illa í höndunum á Birni Inga í síðustu þrautinni á Blönduósi. Bíllinn í góðu lagi? Já. Sigur í síðustu keppni, hann fór mjög illa. Hann fór eiginlega allt sem farið gat í raun og veru. Þetta var vonandi þessu virði. Lærður eitthvað af þessu? Já, maður á alltaf að reyna að fara upp. Ég náttúrulega veit hvaða mistök ég gerir sjálfur og tel mig hafa lært að því, þannig að spurning hvort ég næ að breyta því næst þegar svona kemur upp á. Talsvert mikið af börðum hérna sem að krefjast eiginlega þess að þið séð á talsvert hraða þegar þið komið í þau. Já, það er hellingur aðeins og svo er þetta mjög þungt núna. Sem sandurinn er búið að rigna helling og þannig að þarf sennilega svolítið mikið afl til að komast í þau. En þegar sandurinn er þungur þá gefur hann í raun meira grip, er það ekki? Jú, en mótorarnir þurfa meira afl til að koma hann samt áfram. Þannig að, það er náttúrulega ákveðnir bílar sem hafa aflið til þess að komast upp að þessum börðum. En þeir sem hafa minna afl þeir eru erfiðara með að fara upp þau. Það hljómar svolítið svona eins og að þú teljir að þú hafir ekki nægilegt afl til þess að... Ég hef nóg afl. Ég er ekki hræddur við það. En Þetta er bara svona orkun sem ekki gagnvart hinnum. Já, maður verður að horfa á allan hópinn, ég sem heild. Nú Haraldur Pétursson og Björn Ingi Jóhannsson, sigurvegarar í fyrstu og annarri umferð. Það voru fjölmargir áhorfendur mættir til leiks eins og venja er á Hellum. Keppni er haldin á vegum Flugborgunarsveitarinnar á Hellum. Hún haldi þessa keppni 29 sinnum áður. Þetta var sem sagt 30. keppnin sem að framfer á þessu svæði undir styrkri stjórn Flugborgunarsveitarinnar og hér er fyrstur í fyrstu braut Pétur Pétursson. Hann er í götubílaflokki. Alveg við það að hafa bakkað og langt þarna. En það eru 2 raunverulegar hindranir í þessari braut. Við erum búin að sjá hann fara upp þá fyrstu og þá kemur hér lokahnykkurinn. Og Pétur fer ekki hér upp. 70 stig, það eru 130 refsistig dregin á honum þarna, 200 fyrir lengdina. Þannig að ekki var hann nú að fá mörg stig fyrir þessa braut. Þá er það Bjarki Reynisson. Hann er einnig í götubílaflokki og hefur verið að velja Gunnari Gunnarsinni og Ragnar Róbertsinni undir aukum, en hér stekkur bíllinn út undan sér
og hann fær ekki nema 80 stig. Stökkaðins til hægri og þá það Helgi Gunnarsson, nýliði í sinni annari keppni og veltir hér 80 stig. Kristján Jóhannesson sem varð í öðru sæti í fyrstu umferð. Ekur kúl. Að sjá hvort að honum gengur betur. Já, kemur vel hér upp á en snertir rauðu dekkin eða rauða dekkið í fyrra hliðinu. Svo verður hann að passa á því að lendi neðarlega hérna og svo kastast hann til aftan og hann mæti ekki réttu stefnunni. 180 stig fyrir lengdina, 60 refsistig. Daniel Gunnar Ingimundarson hverfur hér í Reykjarmekki, 80 stig. Þá það Björn Ingi Jóhannsson. Sagði við mig að hann ætlaði sér sigur í þessari keppni. En stekkur til hliðar rétt eins og Bjarki og kemur hér niður úr þrautinni aðeins með 80 stig. Og dýrt það. Ekki byrjar það vel. Haraldur Pétursson. Fer létt, lendir vitlaust út úr þessu hliði en bíllinn leggur svo mikið á að þetta ekkert vandamál fyrir hann. Þetta vel, 350 stig fyrir lengdina og 50 refsistig, 300 stig og hann tekur þar með forystuna. Þá það Gunnar Gunnarsson í götubílaflokki, leiddi í Íslandsmótinu í götubílaflokki fyrir þessa keppni. En hann leggur ekki jafn mikið á bílinn í honum eins og á Haraldi og því neyðist Gunnar til að bakka og það tapast 40 stig. Og hann drepur hér á og hann kemur bílnum bara ekki í gang og fær aðeins 70 stig fyrir þetta. Þá það Ragnar Róbertsson. Ragnar og Gunnar hafa barist Íslandsmeistaratitilinn undanfarin ári í götubílaflokki en nú eru aðrir farnir að sækja að þeim. Bjarki Reynisson á öllum í fyrstu hindrunni og hann hittir ekki hér á hliðið. 190 stig, mínus 40. Þá það Leo Viðar Björnsson. Svona hálf viltur af leið hér og refsingar miklar, 160 refsistig, hann hefur aðeins 30 stig upp úr krafsinu. Sigurður Þór Jónsson hóf að keppa í torfæru 1992 og hefur verið við toppinn lengi en hann hefur aldrei náð sigri yfir heildina og hikar hér eitthvað. Nei, hann að missa Harald frá sér strax hér í fyrstu braut, aðeins 170 stig á meðan Haraldur hafði 300 stig upp úr krafsinu. Sigurður Þór með mjög öflugan bíl. Þá það Karl Víðir Jónsson. Hann snertir hér bæði rauðu dekkin, tapar þarna við það 40 stigum. Karl Víðir keppir í götubílaflokki og með bíl sem að verða nokkuð góður. Og Gunnar Ásgeirsson loksins kominn í keppni í fyrstu braut með bílinn í lagi. Lenti í vélarbilun á Blöndósi og var hreinlega ekki tilbúinn fyrir fyrstu keppnina en hann fer ekki hér upp. 150 stig. Það lítur út fyrir að Haraldur Pétursson sé að fá hér talsvert gott forskot á aðra keppendur strax í fyrstu braut. Þá það Erlingur Reyr Klemensson og hann að aka hér bifreið sem að hefur gengið undir nafninu Ramin. Var rauður lengi vel, þetta Willis Jeppi og hann veltir hérna og þá það Garðar Sigurðsson frá Akureyri, tannlæknir og þessi bíll sem áður hét Nordec-drekinn og var ekið af Einari Gunnlaugssyni, heitir nú Vélbustin og 200 stig fyrir lengd og 40 refsistig, 160 stig og þá það nýliði Guðlaugur Sindri Helgason, aðeins 17 ára gamall, ekur hér Galdragull sem að hefur verið með í torfæru í nokkur ár en hann fær aðeins 60 stig hér, hann ekki að fara lengra í þessari braut. Haraldur Pétursson með afgerandi forystu eftir fyrstu braut, 130 stig á forskot af Sigurður Þór Jónsson, Garðar Sigurðsson í þriðja sæti og Ragnar Róbertsson þar fast á eftir ásamt Gunnari Ásgeirssyni.
Og þá förum við í braut nr. 2. Það Björn Ingi Jóhannsson sem fer fyrstur. Og þetta barð átti eftir að reynast mörgum erfitt. Hér veltir Björn Ingi og fær hann 60 stig, er aðeins með 140 stig á 700 mögulegum eftir 2 þrautir. Og Haraldur Pétursson hafði bitið í sig að þetta barð væri ókleift og reyndi því ekki að fullu afli og er aðeins með 360 stig af 700 mögulegum. Þá er það Sigurður Þór Jónsson. Já, hann gerir sér lítið fyrir, fer hér upp og var reyndar eini keppandinn sem að fór upp þetta barð. Seinni hluti brautarinnar var auðveldur. Að vera skildi hér loka hnykkurinn en þar fer Sigurður Þór Jónsson upp 350 stig fyrir lengdina og aðeins 40 refsistig og hann tekur forystuna. Bjarki Reynisson ekki á hlið í fyrstu braut og hér veltir hann en fær samt sem áður 60 stig og þá er það Guðlaugur Sindri og hann fer sömu leið eins og Björn Ingi og Bjarki. Og skyndilega er staðan orðin gjörbreytt. Sigurður Þór Jónsson hefur tekið forystu, Haraldur Pétursson í öðru sæti, Ragnar Róbertsson í þriðja og Gunnar Ásgeirsson í fjórða sæti, Garðar fallinn niður í 5. sæti. Og dýr þessi þraut. Þriðja braut, Haraldur Pétursson fer fyrstur og það er lúmst barð hérna sem að Haraldur ákveður að fara svo litið langt til vinstri og taka á sig talsverðar refsingar til þess að komast í gegnum þetta barð. Og endinn auðveldur, svona svipað og í annari braut. Það er erfið í upphafi og hér fær Haraldur Pétursson 265 stig, Sigurður Þór Jónsson. Og hann fer hér heldur refsi minni leið heldur en Haraldur Pétursson og fær 270 stig, eykur forskot sitt á Harald Pétursson 5 stig en ekkert gekk hjá Birni Inga, aðeins 40 stig og Gunnar Ásgeirsson. Þessir tveir hafa verið að veita Haraldi keppni og Gunnar kemst ekki neitt mikið lengra, fær aðeins 40 stig. Greinilegt að keppendur eru óhressir með eigin árangur. Gunnar Gunnarsson aðeins 20 stig fyrir þessa braut og Ragnar Róbertsson hann er að klóra sig hérna yfir stallinn, fær 220 stig og tekur forystu í götubílaflokki. Og Leó Viðar hans 30 stig, þá kemur Karl Víðir Jónsson, laglega gert. Karl Víðir og Ragnar Róbertsson að skilja Gunnar Gunnarsson eftir og Ellingur Reyr lendir í því að það springur upp úr blöndum hjá honum að hann verður að hætta keppni. Garðar Sigurðsson og hann hittir hér á hliðið en það eru talsverð refsing þarna, minnst að 100 stig í þessu eina hliði og hann kemst hér til enda, sprengir þar upp úr 220 refsistig og hann hefur hans 30 stig upp úr krafsinu. Pétur Pétursson aðeins 30 stig. Það er lítið skor í þessum fyrstu 3 brautum. Bjarki Reynisson vantar alla ákveðin hér, aðeins 70 stig, 210 stig. Það var Helgi Gunnarsson í liði í sinni annari keppni, 90 stig, komið 220 stig eftir 3 þrautir. Kristján Jóhannesson og hann sker þarna yfir dekkið hægra megin, vinstra megin ætlaði hann að segja bæði, þannig að hann er hér með að minnsta kosti 100 stig í mínus. Og fer svo af hægt hér og fær aðeins 90 stig, komið 270 stig. Og staðan enn þannig að Sigurður Þór Jónsson er efstur, jók forskotset 5 stig á Harald Pétursson og þeir tveir að stinga aðra keppendur af. Ragnar Róbertsson og Karl Víðir jafnir í 3. sæti og verma báðir 1. sætið í götubílaflokki. Kristján Jóhannesson í 5. sæti. Ára 4. braut. Haraldur Pétursson, það hikstar hjá honum bíllinn. Kann ekki góður að lukka stýra, aðeins 80 stig, 705 stig og nú á Sigurður Þór Jónsson tækifæri á að stinga Harald hreinlega af. Þvílíkur sprengikraftur í bílnum hjá honum en krafturinn var svo mikill að hann braut öxul hægra megin að framan og framundan er hliðarhalli og hann á ekki möguleika að hanga hér uppi. Heppinn Haraldur Pétursson hér.
Því Sigurður Þór Jónsson fær aðeins 110 stig. Gunnar Ásgeirsson. Já, upp á fer hann. Og þá er að sjá hvort að hann nær að klóra sig í gegnum hliðarhallan. Gunnar Ásgeirsson hefur verið að gera talsvert miklar breytingar á þessum bíl sem hann gengur undir nafninu Goodyear Örninn. Annars er búið að breyta stýribúnaði að framann, þannig að bílinn á að geta lagt svipað mikið á þessu hjá Haraldi Péturssyni. En Gunnar hefur hins vegar ekki haft tækifæri til þess að ná tökum á bílnum, 270 stig. Og Guðlaugur Sindri og upp að fer hann og gefa svo. En nei, búinn að treppa á 80 stig, aðeins 170 stig samtals eftir 3 þrautir, en hann er hér í sinni fyrstu keppni með vikugamalt ökuskírteini. Segja mér samt fróðir menn að hann er búinn að aka tækjum í 10 ár. Og Helgi fór þarna upp á, vel gert hjá honum, og Kristján Jóhannesson hann fer hér upp á líka. Var dottinn niður í 5. sæti eftir að hafa sest á kviðinn í 3. braut. Læðist hér upp fyrir rauðardekki en snertir og fer brautina til enda, 350 stig, 320 samtals fyrir brautina og Björn Ingi enn eina ferðina í tómu basli. 80 stig, Gunnar Gunnarsson. Hann fer, já, upp á, enda veitir honum ekki af, hann er neðarlega í 4. sæti í götubílaflokki þegar hér er komið sögu. Hann leiddi í Íslandsmótinu í þeim flokki fyrir þessa keppni. 150 fyrir lengdina, 60 stig, 440 stig. Ragnar Róbertsson var í forystu ásamt Karli Víði í götubílaflokki. Nei, aðeins 80 stig að vantaði hérna hraðan til þess að láta fjörunarkerfið vinna. Karl Víðir getur stungið Ragnar af en gerir það hins vegar ekki, aðeins 90 stig, þannig að þetta var gott fyrir Gunnar Gunnarsson. Þeir stungan ekki af Karl Víðir og Ragnar Róbertsson. Sigurður Þór leiðir sem fyrr. 860 stig, Haraldur Pétursson í öðru sætinu 705 og Kristján Jóhannesson kominn upp í 3. sætið. Gunnar Ásgeirsson upp í það 4. Dýrmættstig sem menn fengu í þessari braut. Þetta er 5. braut og Leo Viðar er fyrstur. Sem við sjáum hér og hér við rétt 100 stiga hliði spólar hann svo mikið að hann mokar efni niður fyrir barðið. Þannig að þetta barð hverfur og aðri keppendur áttu auðvelt með að komast þetta langt. Flestir keppendur fengu 170-80 stig í þessari þraut eins og forystusauðurinn hér 180 stig og Karl Víðir stóð augnablik og lengi á gjöfinni. 180 stig mínus 50, tapar 50 stigum á þessu hliði þarna. Finnur ekki bakkirinn en það var kannski hvort þið eru of seint. Og hér í þessari braut gerðist umdeilt atvik. Gunnar Gunnarsson er ræstur af stað í braut. Dómarar mátu sem svo að hann hefði ekki farið af stað. Reglan segir keppendur eiga að fara af stað innan 20 sekúndna. Nú Gunnar kom bílnum í gang innan 55 sekúndna, innan 60 sekúndna og keyrði í brautina og kærði úrskurð dómara til dómnefndar. En á meðan á keppni stóð þá var ljóst að hann væri með 0 stig. Það er hlutverk dómnefndar sem þarf að skila niðurstöðu innan 48 klukkustunda frá því að keppni lýkur. Sigurður Þór Jónsson leiðir og það eru 3 þrautir eftir, þar af 2 tímabrautir. Sigurður Þór Jónsson er hér á ferð í fyrri tímabrautinni. Hér í þessari beygju lentu margir keppendur í vandræðum þar sem að þeir náðu hreinlega ekki beygjunni og urðu að fara niður og upp aftur. Sigurður fær 220 stig, 240 stig, það þýðir að hann var með 4. besta tíma og Gunnar Ásgeirsson sem var að nálgast verðlaunasæti veltir bíl sínum hér. Ekki búinn að stjórna á bílnum eftir miklar breytingar sem hafa verið gerðar. Greinlegt að hann þarf að taka sér tíma í að læra á bílinn. Sigurður Þór Jónsson leiðir enn þegar 2 þrautir eftir Haraldur Pétursson það bil 200 stigum á eftir honum. Kristján Jóhannesson í 3. sæti, Ragnar Róbertsson og Karl Víðir konur upp fyrir Gunnar Ásgeirsson.
Björn Ingi 7. og Gunnar Gunnarsson þar á eftir og fjölmargir áhorfendur voru nú mættir á sinn stað til þess að taka þátt í þessari skemmtun. Það er akstur á ánni og Gunnar Ásgeirsson fer fyrstur. Keppnisstjórn valdi það að láta keppendur keyra á móti straumnum og það hefur ótrúlega mikið að segja, menn fara ekki jafn langt ofan á vatninu á móti straumi eins og undan straumi. Gunnar er komin hér upp úr, búinn að ljúka við þriðjung brautarinnar. Og tvisvar enn á hann eftir að fara út í. Stigagjöf í tímabrautum er þannig að 300 stig fást fyrir besta tíma, 270 fyrir annan besta tíma, þá 250 stig. Stigagjöfin 10 stig fyrir hvert sæti þar fyrir neðan. Ljúki menn ekki með tímabraut, þá fá menn hlutfall brautar, til dæmis 50% brautar og þá fá menn 50% þeirra stiga sem sá fær sem náði lakasta tíma. Og Gunnar Ásgeirsson fær 240 stig. Pétur Pétursson fór lengst í götubílaflokknum hérna upp á móti straumnum en bara til þess að setjast hér á botninn og fekk aðeins 50 stig. Og gott klapp frá áhorfendum. Nú Bjarki hvarf í reyk, fekk 50 stig og Kristján Jóhannesson fer ekki lítið fyrir og lét ekki strauminn á móti hafa nein áhrif á sig, fór hér alla leið, hann braut afturgrífið og þegar hann fór út í ána aftur að þá fór hann ekki lengra en þetta og aðeins 75 stig og sjáðu bara höfurhreyfinguna hjá Birni Inga, hann settist á kviðinn, það gekk ekkert upp hjá honum en hér er komin Haraldur Pétursson, var í öðru sæti og hann hafði 2 þrautir til þess að vinna upp tæplega 200 stiga forskot Sigurðar Þórs Jónssonar. Miðri leið yfir ána taldi Haraldur það best að snúa af leið og fara hér upp á eyrina til þess að komast alla leiðina yfir. Rétt með herkjum. Það er eins og að vélarnar gangi hikstalaust hér. Og Haraldur Pétursson er að koma hér í endamarkið og hann náði besta tíma, 300 stig fyrir það og aðeins 20 refsistig. Þá er það Sigurður Þór Jónsson. Haraldur Pétursson búinn að setja pressuna á Sigurð. Kominn fram úr honum og Sigurður Þór Jónsson verður að ná í mörg stig í þessari braut. Ef hann ætlar sér sigur þann fyrsta á ferlinum síðan 1992. Hann er í gangi. Þegar hann, þriðjungur brautar búinn. Og eins og við sáum áðan, þá er oft ekki mikið útsýni á ökumönnum á meðan þeir eru að sulla í vatninu. Og það stefnir í annan besta tíma í brautinni, en þegar hann lendir hér upp á bakkanum þá beygir bíllinn hreinlega út fyrir hliðið og hann hittir ekki á hliðið og hann fær því aðeins 95 stig brautar viðurkennt. Það þýðir að hann fær 95% af lakast árangri. 238 stig. Ragnar Róbertsson nánast gulltryggði sigur í götubílaflokki með því að fara einn í götubílaflokki alla leið í tímabrautinni. Þriðji besti tími, 250 stig. Og Gunnar Gunnarsson fór á hægt hér úti og ekki alveg hans dagur hér, aðeins 80 stig og ein braut eftir. Og Karl Víðir brá á sama ráð og Haraldur Pétursson en það dugði hins vegar ekki til. Því hann hafði aðeins 50 stig upp úr krafsinu þannig að Gunnar Gunnarsson var að nálgast hann. Sigurður Þór Jónsson enn með forustu, 133 stiga forusta á Harald Pétursson og það er mýrin eftir. Ragnar Róbertsson nánast búinn að gulltryggja sigur í götubílaflokki. Gunnar Ásgeirsson í 4. sæti í baráttu við Ragnar Róbertsson 3. sæti og þá er það mýrin. Þetta er akstur eiginlega á vatni. Hér má bíllinn aldrei hiksta og það gerði hann ekki hjá Haraldi Pétursinni. Hann fór á undan Sigurði Þór Jónssoni og fór brautina til enda og fyrir það 300 stig refsilaust og þá var hann búinn að taka forustu í keppninni
og var núna 167 stigum á undan Sigurði Þór Jónssoni. Sigurður þurfti 170 stig. Og það 100 stig kominn í hús, hann þarf 170 stig. Kominn í 150 stig. 160, en hann fellir eina stigu og þá þarf hann á 180 stigum hér. Því það dragast á honum 10 stig, en þetta eru aðeins 160 stig samtals. Ég ætlaði að reyna að fara meira til hægri, en svo bara þegar ég fór á verðin þá bara sá ég ekkert og reyndi bara að stýra eitthvað. Og þannig ég lenti ofan í pitinu og það sem bílinn undan settist í sko. Þannig að þetta var dýrt að stoppa þarna. 4,5 stigi á eftir Haraldi Pétursinni. Slagurinn í götubílaflokki hélt áfram. Gunnar Gunnarsson treysti á það að dómnefnd færði honum 180 stig fyrir 5. braut. Hann fær hér 100 stig. Ragnar Róbertsson, öruggur sigurvegari í þessum flokki. Og þrátt fyrir að hafa fest sig hér, þá náði hann sigri í götubílaflokki. En féll hins vegar niður í 4. sæti í keppninni, heildarkeppninni. Gunnar Ásgeirsson skaust upp fyrir hann upp í 3. sætið. Haraldur Pétursson sigraði og fær fyrir það sín 10 stig. Sigurður Þór Jónsson varð annar. Hvað býr í þér? Það býr helling, miklu meira en þetta. Þetta var algjör auðvitað í dag, samt í þetta. Það var helling eftir. Og ég á eftir að læra á bílinn, ég kann ekkert á bílinn lengur. Ég er ekki búinn að keyra hann almennilega. Nei, það sást alveg sko. Já, ég á eftir að helling eftir sko. Hvað var að gerast hjá þér í dag? Allt bara, ég að klikka bara, virkaði ekki. Þetta er svolítið skítugt. Já, þetta var svolítið söpulegt hann á tímabili í restina. Þú varst að standa þig mun betur í þessari keppni heldur en hinum tveimur. Já, ég lagði aðeins meiri vinnu í að gera hann klára núna. Fékk góða aðstoð hjá félagum mínum í Garðabæ. Er gaman að fara í mýrina? Það er gaman ef maður kemst langt, þegar það gengur vel. Það blundar svona drullumall í öllum. Já. Það er nú þannig bara. Og hér hefur við stöðuna eftir 3 umferðir. Næstu helgi hefst Íslandsmótið í rallycrossi á brautinni í Hafnarfirði og Íslandsmótið í karti heldur áfram á sunnudaginn. Tími okkar er á þrotum hér í kvöld. Haraldur Pétursson sigraði í þessari keppni. Frábær árangur hjá honum. Og nú er hlé á torfærinu þar til seinni part ágústmánaðar. Birgir Þór þakka fyrir að sinni. Bless, bless.